Já, góðan daginn, velkomin til bæjarstjórnarfundar í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á fund númer 538. Í dag 19. september og klukkan er 1 mínútu yfir 5. Mætt til fundar Gylfi Ólafsson, Dagný Finnbjörnsdóttir, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Eyþór Bjarnason, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir og starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrsta mál á dagskrá eru viðaukar við fjárhagsáætlun. Það tillaga frá fundi bæjarráðs númer 1294. Fundurinn var haldinn 9. september síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykki viðauka 7 við fjárhagsáætlun 2024. Þetta þýðir að framkvæmdir A-hluta hækka úr 350 milljónum í 428 milljónir rúmar og framkvæmdir B-hluta lækka úr 598,5 milljón í 520,3 milljónir. Nettóbreyting framkvæmda því 0 krónur og áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar eru 0 krónur. Orðið laust þessa tillögu. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta svona dálítið uppsópsviðauki, það bara verið svolítið að taka til eftir sumarið og það eru samt 2 liðir þarna sem verða nú ekki eins og þeir eru kynntir í viðaukunum, en það samt til batnaðar upp á það að gera en samt ekki. Við fengum ekki korfubílinn frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, Fjarðabyggð bauð betur en við, þannig að ekki fengum við bílinn. Þannig að þar eru 12 milljónir sem þó ekki búið að ráðstafa og svo ekki komið svar frá KSÍ út af aðalvellinum, þannig að við vonumst enn til þess að fá framlag frá KSÍ út af Kereisvellinum sem við köllum alla jafna Tornusvöll í okkar bókum. Þannig að það gæti breyst og það kemur þá í næsta viðauka þegar hann verður gerður. Takk fyrir þetta Arna Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða og vinsamlega skefið merki ef þið samþykkið og þetta samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá, það eru reglur Ísafjarðarbæjar tekjutengdan afslátt af leikskólagjöldum. Þetta tillaga frá fundi skóla, íþrótta og tómstundanefndar númer 8. Fundurinn var haldinn 4. september síðastliðinn og var lagt til við bæjarstjórn að samþykkja breytingar á reglum tekjutengdan afslátt af leikskólagjöldum. Þannig að bætt verði inn málsgrein undir 4. grein sem hljóðar þannig: forráðamenn skulu skila inn upplýsingum úr staðgreiðsluskrám 2 á ári. Það fyrir 1. ágúst og 1. febrúar ár hvert. Orðið laust þessa tillögu skóla, íþrótta og tómstundanefndar. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég var reyndar ekki á þessum fundi fræðslunefndar, var ekki búin að taka við sem formaður nefndarinnar og sat ekki nefndinni fyrir þennan tíma. Ég vildi hins vegar bara benda á að í reglunum sem við erum með fyrir framan okkur núna talað að foreldrar eigi að skila inn tekjuviðmiði að vera endurskoðað af fræðslunefnd einu sinni á ári, en fræðslunefnd ekki til. Þannig að það þyrfti kannski að breyta þessum texta í skóla, íþrótta og tómstundanefnd. Og mér skilst af samtali mínu við starfsmann skólasviðs að þessar breytingar á reglunum sé til þess að auðvelda innheimtu þar sem að tekjur foreldra geta breyst og þessi gott að hafa þetta upp í rauntíma að þess bætt við þessum aukadegi til að skila inn úr staðgreiðsluskrá, annað var það ekki. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða.
vinsamlega skemmi merki við eru samþykkt og þetta er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá, það er slökkvistöð á Ísafirði, þarfagreining nýrra stöðvar. Það liggur hér fyrir tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar frá fundi númer 637, en fundurinn var haldinn 12. september síðastliðinn, að bæjarstjórn samþykki að farið verði í hönnun á nýrri slökkvistöð á Ísafirði á árinu 2025 og gert verði ráð fyrir hönnunarkostnaði í komandi fjárhagsáætlun. Forseti leggur fram breytingatillögu að tillaga skipulags- og mannvirkjanefndar að farið verði í hönnun á nýrri slökkvistöð á Ísafirði á árinu 2025 verði vísað til fjárhagsáætlunargerðar. Þannig verði lagt heildstætt mat á framkvæmdaráætlun og þörf sveitarfélagsins í einu lagi. Orðið laust þessa tillögu og breytingatillögu. Þá, Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Núverandi slökkvistöð er ónýt. Við höfum á fyrri stigum lagt fyrir matum að plástur á það hús kosti eitthvað stærðargráðinni 40 milljónir, en húsi verður ennþá lélegt og ónýtt og úr sér gengið. Við höfum þess vegna ekki vilja fara í þær framkvæmdir þó að það sé slökkviliðsmönnum ekki sérstætt gleðiefni sem eru miklu flóttamenn í gamla Landsbankahúsinu við Hafnarstræti. Hér eru lagðar fram svona tillögur að því hvernig hægt væri að standa að byggingu nýs hús og hvað það myndi kosta. Þetta er allt með öllum fyrirvörum sem hægt er að gera áætlanir af þessari stærðargráðu á þessum tíma. Ég held hins vegar að það sé mikilvægt að halda áfram. Það hafa verið gerðar sambærilega byggingar annars staðar á landinu sem við ættum að miða við. Það liggur fyrir mjög vönduð staðarvarsgreining sem skipulags- og mannvirkjanefnd hefur tekið ákvörðun að verði túlkuð þannig að nýr staður verði niðri í Neðstukaupstað á mjög fínni lóð sem þar hefur orðið til. Með breytingatillögunni sem forseti bar upp þá verður þetta mál sett í stærra samhengi fjárhagsáætlunargerðar og framkvæmdaáætlunar fyrir ekki bara næsta ár heldur næstu ár. Þar eru mörg brýn verkefni sem liggja líka fyrir og þess vegna þarf að leggja mat á þetta heildstætt. Vonandi getum við komið einhverju af stað á næsta ári að minnsta kosti hönnun og jafnvel ef að þannig viðrar að það verði hægt að taka kannski grunni eða eitthvað svoleiðis og að taka húsið þá í notkun einhvern tímann eftir nokkuð misseri. Þannig að ég styð áframhaldandi vinnu á þessum nótum við að byggja nýja slökkvistöð. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég framlaga breytingatillögu upp til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki að þið eru samþykk og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fjórða máli, það varðar Mávagarð E2 á Ísafirði, umsókn lóð vegna stækkunar. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 637. Fundurinn var haldinn 12. september síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykkja á Olíudreifing EHF fái lóðina E2 við Mávagarð samkvæmt umsókn með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunna verða. Lóðarumsókn fellur úr gildi hafi framkvæmdir ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun. Orðið er laust þessa tillögu skipulags- og mannvirkjanefndar. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki ef þið eru samþykkt tillögunni og þetta er samþykkt samhljóða. 5. mál á dagskrá, það er skeiði 10. Umsókn byggingarleyfi, þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 637 að bæjarstjórn samþykkja afturkalla lóðarúthlutun skeiðis 10. Lóðarhafa ber að fjarlægja óleyfisframkvæmdir sínar á lóðinni með vísan til greinar 291 í byggingarreglugerð númer 112 frá 2012. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki ef þið eru samþykkt þessu
og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundagerðum og sem eru hér lagðar fram til kynningar og við byrjum á fundagerð bæjarráðs númer 1294. Sá fundur var haldinn 8. september 2024 og er fundagerðin í 12 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá er þessi fundagerð framlögð. Þá erum við komin að bæjarráðs fundagerð númer 1295. Fundurinn var haldinn 16. september síðastliðinn og er fundagerðin í 6 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér eru 2 mál sem mig langar að vekja máls á. Fyrra máli varðar bruna í rútu í Tungudal sem átt sér stað á föstudaginn var. Við fengum slökkvistjóran til þess að koma á fund bæjarráðs á mánudag og bókuðum áhyggjur að viðbragðsáætlanir hafi ekki verið uppfærðar og sérstaklega í ljósi vaxandi umferðarþunga, stærri ökutækja og farþega flutninga göngin og áttum mjög góða umræðu við slökkvistjóran ýmis atriði sem hægt er að fara í sem að krefjast ekki tvöföldunar, uppsetning á FM-sendum, bæting á farsímasambandi, upplýsingagjöf að öðru leyti eftir við viljum með ljósum og eða skjám, umferðarstýring, uppsetning myndavéla og uppsetning rása. Það er hans mat að FM-samband sé mikilvægast en hann tekur undir að mjög margt af þessu sé til bóta og við höldum að við höfum óskað eftir að fá frekari upplýsingar frá Vegagerðinni þetta mál og munum halda því áfram lifandi. Það virðist vera að svipa gildi göng annars staðar á landinu einnig. Hitt málið var skilt, það er Dynjandisheiðin, þar virðast ekki liggja fyrir peningar til þess að klára 3. áfanga Dynjandisheiðarinnar og við lýstum yfir vonbrigðum með það og ég veit að bæjarstjóri hefur verið ötull við að ýta á þetta hjá því fólki sem með þau mál véla en að sjálfsögðu þarf að halda áfram framkvæmdum við þá merku vegaframkvæmd. Takk Gylfi, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið nr. 7? Svo er ekki, þá er fundagerð bæjarráðs framlögð. Þá erum við komin að 8. máli, það er hafnarstjórn, fundagerð fundar hafnarstjórnar nr. 254, fundurinn var haldinn 8. september síðastliðinn og er fundagerðin í 7 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem biður orðið og þá er hún framlögð. Þá erum við komin að skipulags- og mannvirkjanefnd, fundagerð nr. 637. Fundurinn var haldinn 12. september síðastliðinn og er fundagerðin í 13 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð skipulags- og mannvirkjanefndar. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá er þessi fundagerð framlögð. 10. mál, það er skóla íþrótta- og tómstundanefnd, fundagerð nr. 8. Fundurinn var haldinn 4. september síðastliðinn og er fundagerðin í 12 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá er hún framlögð. 11. mál á dagskrá, það er umhverfis- og framkvæmdanefnd, fundargerð, fundar nr. 149. Fundurinn var haldinn 5. september síðastliðinn og er fundagerðin í 5 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Nanni, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Þetta er síðasta fundagerð umhverfisnefndar sem ég mun fylgja eftir á bæjarstjórnarfundi. Það verður hins vegar að segjast að það gerist ekkert sérstaklega mikið á þessum fundi, þannig að það er ekkert mikið fréttnæmt sem ég get sagt ykkur frá nema að fundurinn tók 3 klukkutíma því að það var brjála veður og við vorum mikið að fylgjast með því sem að var að
gerast hérna út á hafnasvæðinu og ég tek það reynda líka fram að að fundarmenn fá ekki greitt fyrir klukkustundir heldur bara fyrir einstaka fund þannig að það hefur ekki áhrif á fjárhag bæjarins þó þetta hefur tekið svona langan tíma. En við vorum að ræða gjaldskrár og samþykktir. Gjaldskrárnar fara svo bara í seinni umræðu og vorum að fara yfir samþykktir þar sem að þær voru orðnar margar hverjar frekar gamlar og það þarf bara að uppfæra þær og já, annað var nú ekki gert á þessum merkilega fundi nema að ég hvatti bara samferða fólk mitt í nefndinni síðustu 14 árin og hef þá bara lokið störfum fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Nanni. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar framlögð. Að lokum eru við með fundargerð velferðarnefndar frá fundi nr. 480. Fundurinn var haldinn 5. september síðastliðinn og er fundargerðin í einum lið. Orðið er laust. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá er þessi fundargerð framlögð. Dagskrá er tæmd á þessum bæjarstjórnarfundi. Ég þakka öllum þeim sem á hlýddu og bæjarfulltrúum fyrir góðan fund. Fundið er slitið.